Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, næst ætlum við að ræða nokkur lagaleg álitamál eins og við gerum hér reglulega við rauðaborðið. Í dag ætlum við að ræða meðal annars vændi og við ætlum að skoða hvort líklegt sé að Ísland fái mikilvægar undanþágur með inngöngu í ESB. Nú við höldum áfram með risamál fyrir Hæstarétti sem varðar vexti og við bíðum eftir úrslitum, vexti á almenning. Við ætlum að ræða muninn á málfrelsi og tjáningafrelsi og enda umræðina kannski á nokkrum orðum rétt eða órétt Ísraela til að handtaka fólk á hafi úti. Og þar inn í það hefur nú blandast hún Magga Stína sem að hér hefur verið dagskrárgerðarmaður við rauðaborðið. En sá sem getur svarað þessum spurningum heitir Gísli Tryggvason lögmaður og hann hér fastur gestur. Velkomin Gísli. Takk, vonandi get ég svarað sumu. Já, sumu. Ef að byrja á þessu vændismáli fyrir norðan. Það svona vakið furðu margra að þær sem að bjóða vændi til sölu og auglýsa það er sækja þær til saka en samkvæmt sænsku leiðinni 2009 minnum ég hafa verið sem var lögfest hér þá eru það þeir sem kaupa vændið sem ættu nú svona fremur að sitja í súpunni. Maður hefur ekki heyrt að kaupendur vændisins hafi þessi neitt verið að ákæra þá. Já, það er sjaldgæfara í seinni tíð en þetta er eitt af þeim brotum sem að fræðilega getur verið bæði refsivert fyrir veithandan og þiggjandan eða gerandan og þólandan eða hvernig sem maður orðar það. Áður fyrr var refsilaust að kaupa vændisþjónustu minni mig en það var bara refsivert að selja vændi ef maður hafði atvinnu af því. Nú er, eins og þú segir, það sem stundum er kallað sænska leiðin, nú er það eiginlega hægt að refsa báðum hliðum en þetta er nú væntanlega ekki neinn svona stefnumarkandi ákvörðun þannig fyrir norðan heldur er þetta bara því að sönnunargögnin eru kannski sterk hvað varðar seljendur vændisins og ekki eins sterk varðandi kaupendur. Nei. Það fer sennilega bara eftir atvikum. Já. Sko þetta rifjar upp svona fyrri fréttamál sem að ég sjálfur persónulega komið nálægt sem blaðamaður að það hefur líka verið svona auka vernd yfir kaupendum vændisþjónustu í fyrri málum stundum að ekki nafngreindir og maður hefur svona fundið smá stéttaskiptingu ef ég bara hendi því á borðið vafningalaust að sú sem býður þjónustuna það er svo hún liggi stundum betur höggi heldur en þeir sem kaupana það sé svona meiri stemning í samfélaginu til þess að vernda þeirra hagsmuni. Hvað segir það? Já, það var fyrir nokkrum árum eitthvað gert af því að ákæra menn og þá var gagnrýnt mjög af fjölmiðlum og feministum ég maður rétt að menn voru ekki nafngreindir kaupendur, meintir kaupendur eða dæmdir kaupendur. Ég man hreinlega ekki hvort það er eitthvað búið að breyta lögum eða lagaframkvæmdum þetta síðan en það er ekkit auðvelt að sjá í gegnum það hvaða reglur gilda nafnbirtingar. Stundum er það bara álitamál í höndum dómara. Ég hef til dæmis óskað eftir nafnleysi, hvað er þetta, að dómur þegar hann verði birtur þegar ég var að verja sakborningi ákærða að það verði ekki birt nafn hans og það er svolítið mismunandi. Það er ekkit alveg skýrar reglur. Er það matdómara? Einhverju leyti er það matdómara, já, innan einhvers lagaramma. Og ef við erum með einhverja þræði í samfélaginu, fordóma gagnvart þeim sem að neyðast til þess að afla sér tekna með að selja líkama sinn og svo erum við hins vegar með einhverja kannski velríka kaupendur sem eru jafnvel nöfn í samfélaginu, þá verður nú kannski ekki algjört jafnræði, eða hvað? Nei, það verður það ekki, en ég veit svo sem ekkit félagsfræðin á bakvið þetta. Ég er ekkit viss að allir kaupendur séu velríkir eða vel staddir félagslega. Ég held að stundum sé þetta nú
undirmálsfólk líka, sko. Já. Allavega veit ég til þess í svona félagslegu samhengi að það er ekki félagslega sterkir menn sem að kaupa svona að jafnaði, en einhverjir eru það kannski. Já, en þarna virðist að hafa verið sko auglýsingin sem er svona naglföst ástæða til málsins fyrir málinu. Svo ef ekki eru sönnunargögnum sko svona eitthvað kunna menn skrifa kannski ekki mikið niður í svona viðskiptum og menn greiða kannski með reiðu fé og það er ekki myndavélar og það er vel ekki gefin upp nöfn, þannig að sönnunarstaðan er svo derfið. Já. Við sögðum fyrir 40 árum þegar ég var að taka minn fyrstu skref í blaðamennsku að Ísland væri öðruvísi en önnur lönd. Hér væri lítið sem ekkert vændi og stundum var nú bara sagt að við værum svo lauslát þegar við færum að djamma að við svæfum bara hvort hjá öðru án þess að það færi einhverja greiðslur fram, hún sagt í kannski hálfkæringi. En hafi það verið þá þannig að Íslendingar voru með litla vændistarfsemi, þá held ég að sútíð sér löngu liðin, eða svona maður er alltaf að heyra sögur af því að vændi sé umfangsmikil grein hér á landi. Já, það, hvað sé, óttast ég. Já, það er allt sem bendir til þess. Og þá veldur maður svona fyrir sér, ok, hvaða skilaboð er ákæruvaldið að senda með því að taka þennan vinkil, ekki hinn. Þannig að þetta er svona... Og inn í þetta blandast auðvitað svona réttarheimsbyggju og stjórnmálaafstaðar hreinlega. Sumir bara eru svo miklir frjálshyggjumenn eða frjálslindir að þeir telja ekki ríkisvaldið eigi að sko hamla gegn svona viðskiptum fulltíða fólks. Já. En þeir sem eru meiri forsögjumenn velja líta á seljendur vændi sem fórnarlömb og þetta velji engin sjálfviljugur þannig annar að kosta völ. Þannig að það takast þarna á eins og oftast í lögunum sko einhver svona réttarheimsbyggileg eða þjóðfélagsleg sjónarmið. Já, feministar trúa ekki á hamingjusömu hóruna en Hannes Hólmsteinn trúir því að hún sé til. Já, sjálfsagt. Heyrðu, við skulum þá víkja frá þessu yfir í Mogginn í dag. Það var frétt, sá ég, þegar ég reyndi við Mogginn í morgunum. Það væri nú mjög ólíklegt að það kæmi einhverjar gagnlegar undanþágur fyrir Ísland með eingöngu í ESB. Hvað getur þið sagt okkur um það? Já, þetta er náttúrulega gömul þetta er gömul staðhæfing andstæðinga fullrar aðildar að Íslands að ESB. Ég hef lengi orðað þetta svoleiðis að við séum auka aðilar að ESB og spurningi sé bara hvort við ætlum að sækjum fulla aðild. Það er að segja hafa líka áhrif en ekki bara njóta og þola það sem er ákveðið í Brussel. Já. Þetta myndi eitthvað bætast við líka en það er rétt hjá þeim sem að halda slíku fram að þeim megin atriðum verður ekki breytt að Evrópurétturinn hann hefur aðra og sterkari stöðu en landsréttur í mörgum tilvikum. Það er að segja innanlandsréttur og það er undantekning frá meginreglunni að almennt er þjóðaréttur eða réttur samskipti ríkja, þá hann svona oft í öðru sæti, til dæmis hjá Íslendingum. Það eru landslög sem gilda fremst og svo eru kannski reglur samskipti þjóða og milli þjóða og borgara mismunandi landa, það er í öðru sæti. En með Evrópuréttinum yfir þjóðlegum reglum, supranational það kallað sko, þá þeim gefin ákveðin forgangsstaða og við erum nú búin að vera að takast á það undanfarið með svo kallari bókun 35 sko, þar verið að meitla í harðari stein regluna að það eigi að túlka allar reglur eins á Íslandi og í Tékklandi og svo framvegis. Þannig að það alveg rétt að þessu verður ekki breytt og einhverjum meginreglum Evrópuréttarins verður ekki breytt ef að Ísland biður það. En hitt rangt eða rétt hjá
þeim sem fylgja aðild að ESB, vilja ganga í ESB, að aðildarsamningur hvers ríkis, nú þetta orðið næstu 30 ríki, ef ég maður rétt, aðildarsamningur hvers ríkis jafn gildur formlega séð og grundvallar samningarnir Evrópusambandið. Já. Þannig að það hægt að, eins og maður breytir stjórnarskrá, þá getur maður breytt Evrópuréttinum með aðildarsamningi sem að Ísland myndi gera og allar ESB þjóðurnar samþykja. Það auðvitað ekki líklegt að við förum fram á eða fáum undanþágur skipaskurði, við höfum engan áhuga á því, en við förum væntanlega fram á einhverjar undanþágur sem varða mjög okkar sérstöðu. Já, auðlindir? Já, og það til dæmis gerðu Finnar, ég held að það sé nú kannski frægasta dæmið að stór hluti Finnlands var skilgreindur sem, ég man ekki, jaðarsvæði eða heimskautasvæði eitthvað, þannig að þeir fengu mikinn stuðning, sko, þeir kannski erfiðar að sinna ýmsum landbúnaði norðarlega. Þannig að við munum sækja á undanþágur jafnvel varanlegar sem að andstæðingarnir segja séu bara tímabundnar aðlögunar reglur en ég náttúrulega ekki hlutlaus fyrir en margir aðrir, ég hlynntur aðildarumsókn og ég þykist vita eftir að ég kynnti mér þetta mjög vel þegar við sóttum aðild 2009 að það sé hægt að fá bæði tímabundnar og varanlegar undanþágur mikilvæga grundvallar hagsmuni Íslendinga. Af því að það ekki líklegt að jafnvel Evrópusinnar hér muni leggja til eitthvað sem að rústar þjóðarhag. Varla. Og það alls ekki líklegt að þjóðin muni samþykkja slíkt. Þannig að, og það heldur ekki líklegt að mínum að Evrópuríki, stór eða smá, vilji fá aðila sem kemur á brauðfótum inn og missir sitt lífsviðurveri. Ég meina, Norðmenn sömdu ekki þegar þeir reyndu að gangi í ESB, þeir sömdu ekki af sér olíuna til dæmis eða Luxemburg gefur ekki upp frá sér möguleika á að vera með góðan fjármálamarkað eða eitthvað slíkt, sko. Ég meina, mér finnst þetta svo skrítið einhver haldi að einhver vilji fá í félag, einhvern sem á að afsala sér öllum rétti eða einhver vilji gangi í þannig félag. Já, þannig kannski ekki tilviljun að svona fréttir eru skrifaðar og birtar í Morgunblaðinu sem er náttúrulega blað stórútgerðarinnar og eigendur Morgunblaðsins eru stórútgerðar fólk að nokkru leyti og stórútgerðin hefur það nú nokkuð gott hér í óbreyttu ástandi, svona alla jafna, en þetta hefur verið svona gríla, við höfum veifað þessu sem grílu gegn aðild að erlend fiskiskip og erlendar útgerðir og sérst önnur ríki muni ríksu upp íslensku fiskimiðin á þess að við getum hreyft legg eða lið. Já, það er náttúrulega, hvað sé ég, já, eiginlega enn ólíklegra en annað en þess að þetta er náttúrulega grundvallar atvinnuvegur okkar hefur verið í aldir, kannski ekki frá ómunna tíð, það var nú landbúnaður hérna lengi vel sem var svona aðalatvinnugreinin en ég held að enginn vilji fá okkur inn og taka af okkur lífsviðurverið og við munum aldrei samþykkja það og það mun enginn leggja það til, ekki heldur vildustu Evrópusinnar. En ég vil þó að litlu er breytt, þá byggja sameiginlegar fiskveiðireglur eða sameiginleg fiskveiðistefna ESB á því að menn sýni fram á sögulega reynslu eða mér minnir þetta sé kallað söguleg veiðreynsla eitthvað slíkt. Og það er nú bara þannig að í ár held ég að séu að verða 50 ár síðan að einhver erlend skip höfðu einhverja fiskveiði hér. Það var við lok þorskastríðsins 75-6 að það var samið einhvern aðlögunartíma þar sem að kannski hollendingar og brettar og þjóðverjar fengu að klára eða veiða eitthvað lengur. Síðan hefur voða lítið verið veitt hér í innlendri eða hvað sé okkar efnahagslögsu af erlendu skipum nema einhver svona skiptisamningu sem ég hef ekki mikið vita á. Þannig að það hefur enginn, ég vil þó að reglum er lítið breytt, þá kom ekki Spánverjar hérna allt í enn og segja að við ætlum að veiða hérna eins og við gerðum fyrir 70 árum.
Nýleg gríla í þessum efnum svo líka orkumálin að við myndum þessa forræði þeirra. Við munum sennilega halda áfram að rífast með misgóðum rökum þessi mál þangað til við berum það undir þjóðina sem á nú að vera á þessu kjörtímabili, hvað hún vilji gera með framhaldið. Já, við munum örugglega rífast þetta lengur, jável þó við berum þetta undir þjóðina. Það er nýmislegt verið borið undir þjóðina, ekki verið farið eftir í, til dæmis nýja stjórnarskráin sem við köllum svo sem að sátum í stjórnlagaráði. En ég vona að hvað sé ég, núverandi stjórnarforysta bara nái að koma þessu máli í góðan farveg og gera eins og forsætisráðherra að tala fyrir kosningar að það þurfi mikil umræða að eiga sér stað áður meðal almennings og hagsmunasamtaka. Já, almannahagsmunir undir. Og sérhagsmunir, já. Já, einmitt. Nú, þegar ég spjalla við þig hér þá klukkan 11:28 á fimmtudegi fyrir hádegi. Ég hef ekki heyrt að þessi vona á dómi frá Hæstarétti í dag, ætla sé ekki verði ekki eftir viku frekar, veist mér líklega, í máli sem að margir hafa beðið eftir og varðar vexti á almenning. Hvað hérna, við höfum aðeins imprað á því, hvernig heldur þetta fari? Ég nú ekki mikil spámaður. Erfitt að spá eins og Pete Hines sagði held ég. Sérstaklega framtíðina. Já. En ég held að sé rétt hjá þér að það yfirleitt kvenur dómar í Hæstarétti en þá á 50 dögum, þannig að það líklega eftir viku. En ef ég man rétt þá þetta mál að koma beint úr héraðsdómi til Hæstaréttar eins og heimilt að hlaupa yfir landsrétt. Og einhverja fréttir varstu með held ég að það hefði verið endurflutt fyrir sjömanadómi. Það hefur kannski fyrst verið flutt á fyrir minni dómi. Ég hafði mistað því sjálfur. En hvað þarf til þess að það sé hoppað yfir landsréttarstigið? Já, bara umsókn og rökstuðning fyrir því að þetta sé svo mikilvægt mál að það hljóti að verða enda í Hæstarétti og þá sé nú kannski bara betra að stytta sér leið þangað. Skipta engu máli hvernig það fari í landsrétti? Já, allavega að það sé svona gott að fá endanlega niðurstöðu fyrr. Já. En heldurðu að það hefur reiknað út að þetta séu viðskiptablaðið sagði að hálfu bankana þeir myndu missa 60-70 milljarða, neytendasamtökin hafa reiknað út að þetta sé held ég vel á annað 100 milljarða sem kæmi í rauninni sem réttar bætur, eiginlega bara bætur til almennings. Já, ef þetta ólögmætt þá væntanlega eiga með rétt á endurgreiðslu þá ofgreiðslunar 4 ára aftur tíman, það svona almennu fyrningatími en ég ekki nógu vel inn í þessu máli til að spá fyrir niðurstöðuna eða afleiðingarnar en þær verða örugglega miklar ef að Hæstiréttur fellst á þessi sjónarmið. Það nú til þess einn Hæstaréttardómari sem sérhæfður í eiginlega evrópskri neytendalöggjöf þannig að það svo náttúrulega alltaf hugsaðan þetta dómurinn klofni en hann reynir kannski að halda saman í svona stóru máli. Já. Það hefur ekki alltaf tekist. Nei, þeir sem vonuðust eftir stýrivaxtalækkun í gær, þeir urðu fyrir vonbrigðum en vonin þó enn vakandi í þessu máli. Já, ég vona það allavega að það komi fljótlega niðurstaða það sem að bara vextir verða í einu lagi. Eitt að þeir séu breytilegir og svo verðtrygging, við höfum talað þetta áður, en að hafa bæði, það ekki þekkt í mörgum löndum að hafa bæði breytilega vexti, vaxta hlutan og svo sjálfkrafa hækkun neytandanum í óhag í verðtryggingunni fyrir þá sem eru með verðtryggð lán. Sem nú nánast allir íbúða húsnæðiskaupendur þessi dagana, skilsmanni. Já, ég held nú einhverju séu kannski að blanda þessu eitthvað saman. Já, en svona ungt fólk, það ekki nokkuð séns fyrir að stofna til held í húsnæðiskaupa án stuðnings nema að fara inn í verðtryggingarkerfið. Já, en það hægt að taka kannski 50-50. Já, blanda einhverju saman eins og þú segir. Nú, ég satt málþing á hjá Reykjavíkur Akademíunni fyrir skemmstu
Það var verið að ræða málþófið á Alþingi síðastliðið sumar eða fyrr í sumar eða hvað ég var að segja, á sumar á þessu ári og þetta var vel mannað þing. Fólk kom úr ólíkum áttum, það var eiginlega enginn sem að sá neitt vit í málþófshefðinni eða málþófsvenjunni eins og hún var praktiseruð í sumar. Þetta rauninni svona ákveðin glufa í kerfinu þegar fyrir nokkrum árum var þingskaparlögum breytt og þessar löngu ræður sem að gátu staðið yfir nánast sólarhringu saman, þær voru teknar út og þá var einhver svona 5 mínútna regla sem að kallast eilífðarvél að þú ert bara með einhvern hóp af þingmönnum og hann bara kemur upp 5 mínútur í einu. Aularhrollur sagði Davíð Þór Björgvinsson sem var einu sinni hjá Mannréttindadómstól Evrópu og núna prófessor í lögum við Háskólann á Akureyri. Hann sagðist líka að fá aularhroll þegar hann heyriði orðin hugtakanotkun sem við værum að nota í kringum þetta eins og kjarnorku ákvæði. Hann skildi þetta ekki og við værum með svona stórt orð yfir algjörlega sjálfsagðan hlut sem að hefði þurft að beita þarna í sumar og hann benti á að bara svona í venjulegum félögum, hvort sem það húsfélag eða málfundarfélag, þá dettur engum í hug að það sé verjandi að einhver einn fá að yfirtaka alla fundi og tala endalaust og í þessum efnum sagðist hann gruna að sumir áttuðu sig ekki á mununum á tjáningarfrelsi og málfrelsi. Hann sagði tjáningarfrelsi hafa þingmenn Miðflokksins sem þæfa mál mest þótt að sé tekið að þeim endalaust málfrelsi í málstofu Alþingis þar sem að ræðutími bara takmörkuð auðlind. Mér langaði bara svona aðeins að endurflytja þér tíðindin á þessu málþingi og athuga hvað þú hefðir þetta að segja. Já, þetta hefur greinilega verið spennandi. Ég finnst vont að hafa mistað þessu. Davíð Þór er nú lærifæði minn á margan hátt. Já. Og hefur mikið vit á þessu á sviði stjórnskipunarréttar og mannréttinda. Ég er víst ekki alveg kunnugur þessari hugtakunótunum að tjáningarfrelsi og sé eitt og svo endalaust málfrelsi sé annað en í stjórnskipunarréttinum er þessu stundum skipt upp í gamla daga var þetta náttúrulega bara prentfrelsi þess einna varð það er málfrelsi, prentfrelsi og tjáningarfrelsi þegar fleiri miðlar en prentmiðlarnir komu og síðan er tjáningarfrelsi sem skipt upp í formlegt og efnislegt að það er til dæmis mjög mikla takmarkanir við því í stjórnarskrá okkar og víðar að leggja fyrirfram tálmun við tjáningarfrelsinu. Það heitir bara ritskoðun. Ef þú þarft að fara til stjórnvalds og spyrja, má ég segja þetta í útvarpinu eða blaðinu, þá er það fyrirfram ritskoðun og hún er nánast alveg bönnuð hér og í Bandaríkjunum, nema kannski einhverju svona hernaðarleyndamáli eitthvað slíkt en það hefur verið bönnuð í Bandaríkjunum þannig að ansi margt að breytast Já, það er ímyndilegt að breytast en síðan er hitt að hér eins og víðar þá er sagt þó þú hafir tjáningarfrelsi, þú mátt koma og tjá þig en þú þarft að ábyrgjast það eftir á fyrir dómi þú mátt ekki segja hvað sem er hvern sem er og það má ekki ljóstur upp atvinnuleyndarmálum og það má ekki tala endalaust persónulega hagsmuni, persónulega einkamál fólks og slíkt. Þannig að það eru efnislega takmarkanir eftir á. Þannig að það er að refsa mönnum fyrir að tjá sig en það er ekkert að skylda á þess að spyrja leyfi almennt fyrirfram. Og síðan er þetta sem að hann nefnir sem tjáningarfrelsi og málfrelsi. Það er að sjálfsögðu getur verið bara hreinlega misnotkun á tjáningarfrelsinu að hafa endalaust málfrelsi þá myndi engin umræða klárast og engin ákvörðun vera tekin hvort sem er á Alþingi eða í húsfélagi eða öðru félagi. Mér finnst þetta ágætur samanburður að bara henda boltanum út til bara lítilla félaga að þar auðvitað dytti einhver manni í hug að einn einstaklingur eða hópur manna gæti bara í rauninni eyðilagt alla starfsemi og fundadagskrá. Og þetta er nú sennilega bara mistök í Alþingi að breyta þingskapalögum þannig að það hafi ekki verið nein svona innbyggð vörn við þessu að það sé endalaust að halda þessu saman 5 mínútum og 5 mínútum áfram. Það kom eiginlega fram á þinginu að bara fólk sá ekki fyrir að þetta yrði
Ég held það er nú kannski ekki orðið sem var notað á þessu málþingi en ég held að ég geti bara svona tekið mér það í munn menn sá ekki fyrir að þetta yrði misnotað. Nei, menn misnota stundum stöðu sína og kannski eins og við höfum rætt hér áður það því að minnihlutinn hér á landi hefur ekki miklar varnir eða sóknartækifæri, þannig að ef hann fengi önnur tæki eins og í danska þinginu að geta borið mál undir þjóðaratkvæði eða eitthvað slíkt, þá myndi hann kannski síður hneigjast til misbeitingar á þessum rétti. Já. En á öðru sviði mannréttinda stundum sagt varðandi réttláta málsmeðferð justice denied justice delayed is justice denied, þannig að það má kannski segja með svipuðum hætti að ef þú hefur endalaust málfrelsi þá ertu að taka af hinum þann lýðræðislega rétt að fá einhvern tímann botni í málið og niðurstöðu. Það verður auðvitað að leyfa öllum að tjá sig stundum knappt og skorinort en síðan verður að ljúka umræðu og ganga til atkvæða hvort sem í félagi eða alþingi. En einu tökum maður eftir að þeir sem að töluðu mest óréttin sem að þeir sögðust hafa verið beittir í sumar þegar þeir voru teknir úr sambandi, þeir eru steinhættir að væla eitthvað það þannig að það hefur kannski orðið einhver svona grundvallar breyting í samfélaginu. Já, og þetta ákvæði sem að Davíð Þór hneykslaði þetta orðalag með kjarnorkuákvæðum, við höfum rætt áður hér að það bara misskilningur að nota það orðalag hér. Já. Það orðalag sem kemur úr bandarískum þingskapareglum það sem að stöðvun svona málþófs hefur alvarlegri afleiðingar eins og ég rakti þá. Já. Hún hefur það ekki hér. Nei. Heyrðu, en það eru gleðileg tíðindi ef það verður vopnahlé og ef Gaza-hryllingurinn ef það hillir undir lausn í þeim viðbjóði öllum. Við erum enn og aftur gæti svo sem þessi dagur farið þannig að þegar við förum í loftið í kvöld þá hafa eitthvað gerst til dæmis í máli Möggustínu, maður veit það ekki en allavega sem stendur þá hún fangi í Ísraela og menn eru svona virðast ekki vera á eitt sáttir rétt eða órétt í Ísraela til að handtaka fólk á hafi úti þar sem þeir hafa verið að gera það. Hvað sýnist þér það? Ég nú ekki nógu fróður þjóðarétt til þess að tjá mig það en þjóðaréttur þess að ég sagði áðan reglunar samskipti þjóða eða á alþjóðlegu svæði það sem heitir international law og þar á meðal hafréttur og stríðsréttur og ýmislegt alþjóðlegu mannúðarréttur en það voru nú 2 fræðimenn á þessu sviði sem tjáðu sig held ég á RÚV í gær annars vegar prófessor við Háskólann í Reykjavík held ég og síðan doktor í hafrétti og þau voru nú frekar á því bæði að Ísrael væri ekki með lögin sín megin að öllu leyti í þessu en ég bara ekki nógu vel að mér í þessum reglum til þess að tjá mig að einhverju sæmilegu viti. Nei. Ætli svona ef þessi deil að leysast heldur þessi líklegt að það verði miklir eftirmálar þessum á undan gengið? Já, ég held að eftirmálarnir fyrir til dæmis Alþjóðadómstólnum í Haag haldi áfram og þeir eru bara í gangi og verði sjálfsagt fleiri og kannski eru veldur að flytja máli þegar ríki verður sest en það vonandi að þessum hörmungun ljúki, þetta búið að standa í minnst mannsaldur þessi hjaðningavíg og sitt sýnist hverjum. Sameinuðu þjóðirnar kalla það þjóðamorð. En Gísli, við erum kannski búin að vera svona drungalegri nótum núna. Við verðum kannski léttari næst að veltur á því svona hvaða fréttamál við tökum fyrir en eigum að segja þetta þá gott í dag? Já, við ættum kannski bara að hafa það markmið að hafa eitt jákvætt lagamála því auðvitað eru lagamál oft sorgleg menn fara ekki til lögmanns eða dómstóla þeir eru sáttir við allt saman Nei, við vinnum í því en kæra þakki fyrir komuna, þú hefur verið hér svona jafna á 2 vikna fresti og vonandi verður framhalda og það mikil auðlegði því að fá þig hér í heimsókn. Kæra þakki. Takk fyrir. Ekki fara langt, kæra hlustendur og áhorfendur og höldum áfram með dagskrá Rauðaborðsins eftir andartak.
Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is